samskiptaráðgjafi íþrótta og æskulýðsmála. Fær þessa tilkynningu og þessi tilkynning, hún komist við að síðar. Hún nafnlaus, hún með netfanginu gunnar@gunnar.is sem engin svarar ef við senda á og símanúmerið Dominus 5812345. Þetta í rauninni gögnin sem að samskiptaráðgjafi hefur til að byrja á að fara að kanna eitthvað mál. Í því bréfi eru bara einhverja dylgjur. Það engin hann braut svona á þessum eða svona á þessum. Það eru bara einhverja dylgjur þarna. En sko það virðist vera að hún fari að stað með því að safna algjörlega einhliða upplýsingum. Sigurbjörg heitir hún sem var samskiptaráðgjafi þá og Þóra Sigfríður náttúrulega eigandi stofuna og hún satt þessa fundi allavega alltaf með samskiptaráðgjafa sem að gestur og aðrir frá okkur hafa farið á. Satt hennar fund líka með gesti og Arnari. Hún fer að stað og hún ekki sent að hafa samband við Arnar? Nei, Arnar veit ekkert þetta. Hann veit ekki að hann sé til rannsóknar. En þetta sem sagt 17. janúar. Það sem gerist síðan á 2 vikum allt í einu komin tilkynning inn til skólans. Þannig eitthvað hefur verið í gangi þar sem að gera það verkum að fólk allt í einu fyrir að hafa verulegar áhyggjur af því að þarna sé kannski bara einhver stór hættulegu gaur. Hann bara að kenna hérna 5. bekk. Þannig að þau, þú veist, rannsaka eitthvað mál, láta hann aldrei vita hvað hann sakaði fyrir, láta hann ekki vita að sé verið að rannsaka hann og afgreiða hann með bréfi í pósti. Það út af því að hann óskar eftir fundi sem hann hittir þetta fólk og hann tekur gesti vinsinn með sér og það. Á þessum fundi þá fær hann ekki að vita hvað ásakanir eru, það má ekki segja hann þar. Og hann spyr, þannig að mér bara frjálst að þjálfa hjá öðru félagi. Nei, við getum ekki gefið grænt ljós á það. Það var bara nei, Hákon getur vísað í staðreyndir málsins. Og þetta spurðu við pabbi þessa 3 aðilega sem við hittum á fundi og þau hristu bara hausinn. HK aðilarnir? Já. Við erum ekki með neitt til að benda, við myndum segja ykkur ef það væri. Þannig en hún vill ekki segja þeim hvað í rauninni hafi verið að saka hann Hún vill ekki gefa honum tækifæri á að svara fyrir það. Eða segja sína hlið á einhverjum álitamáli sem hafa komið upp. Og hún var heldur ekki tilbúin til þess að greina frá því að ásökunin kom frá númerinu Nei, hún mátti ekki sjá bréfið. Þeir máttu alls ekki sjá þetta bréf. En hún gat ekki heldur sagt hvað var verið að saka hann en hún gat hins vegar sagt að það væri hægt að vísa í það ef hann ætlaði sér að fara að þjálfa annar staðar og hann átti atvinnum viðtal við Austurvíst félagslið seinnipartinn sama dag eða daginn eftir. Þeir fara út af þessum fundi og gestur hefur sagt mér að margoft og bara frá fyrstu stundu að þetta versti fundur sem ég hef farið á. Því að hann bara skilinn eftir með eitthvað óljóst hangandi yfir höfðun á sér sem hann veit ekki hvað og hann getur ekki svarað fyrir það og honum ekki frjálst að fara að þjálfa einhvers staðar sem var hans ástríða. En þetta virðist bara hafa verið kotnin sem fyllt í mælinn hjá honum Arnari því að setna kvöldi slítur hann öll tengsl og þá sem hann hverfur. Já, hann hverfur í rauninni eftir þennan fund. Já, setna sama dag. Og við hann sé leitaði í réttu mánuð þegar hann skólar á fjörurnar fyrir hjá Reykjanesbæ. Og við erum, þú veist, allir sem að höfum komið eitthvað að því að rýna í þetta, þú veist, okkur finnst bara hrópandi að horfa á það að vinnubröðin sem voru viðhöfð að þú veist, þau finnst okkur hafa ítt honum í rauninni yfir brúnna. Það mjög rökrétt fyrir ykkur fjölskylduna og vinni að tengja þessa afgreiðslu á þessum fundi með samskiptafulltrúa beint við það að hann, eins og segir, hann lætur sig hverfa bara setna sama dag og finnst látin síðar. Já, okkur finnst í rauninni bara, þú veist, við erum sannfærður það að betri vinnubröð hefði afstýrt þessu. Á þessum tíma, þetta eru 5 vikur og ég veit að í millitíðinni fór þetta embætti, samskiptaráðgjafi, var málið undir barnavernd sem sagði hér ekkert, látið málið falla. Já, þú með það staðfest. Þær segja það sjálfar á fundunum með gesti, pappa og Gunnari. Eitt í viðbóti í þessu sem svona áhugavert, sko, að upplifun þeirra á þessum fundi með Arnari og gesti, þau segja það á 3. fundinum. Það var mjög góð, fundunum gekk mjög vel.
og gestur misti bara andlitið á þeim fundi og sagði þetta versti fundur sem ég hef nokkuð tíma farið á. Hvernig getið þið upplifað hann svona vel? Skilja mannin eftir í lausulofti með eitthvað óljóst hangandi yfir sér, hann fari engi svör, hann fari ekki að vita neitt og svo var hann bara að lappa út og brosa. Þessi þetta ótrúlegur skortur á innsæi og dómgreind í þessum aðstæðum. Ef þetta sko, mismunandi upplifanir og allt það sko, en þetta bara sitt hvor endin á skalanum sko, ganga mjög vel eða bara að versta sem þú nokkuð tíma tekið þátt í. Og þetta eiga að heita fagaðilar á sálfræðistofu. Fagaðilarnir í þessum málum.